Góðan daginn og velkomin í Sagnheima. Við erum að þjófstarta hérna pínu lítið afskaplega merkilegu afmælisviðburði sem 100 ára kaupstaðarafmæli Vestmannaeyja. Og til þess að skilja betur á hvað rótum allt þetta byggðist, þá fannst okkur gaman að geta aðeins varpa ljósi á hvernig bæjarfélagið var á þessum tíma og á hverju þetta bæjarfélag byggði. Árið 1918 var mikið umbrota ár hér í Eyjum, á Íslandi og í öllum heiminum. Heimsstyrjöldinni fyrri lauk 11. nóvember 1918. Ísland, sem hafði verið hlutlaust í þessum hildarleik, sætti samt ýmsum viðskipta og hafnarbönnum. Þetta var tími vöruskorts, skammtana, dýrtíðar, atvinnuleysis. Frosthörkur voru miklar. Ég hefur ekki heyrt talað frostavetur miklar 1918. Drepsóttir, Kötlugos. Samt var eins og að bjarmaði framundan. Og Ísland var fullvalda ríki 1. desember 1918. Hér í Vestmannaeyjum var einnig ákveðin bjarma á lofti. Bjarmi uppbyggingar og nýrra tækifæra. Íbúar Vestmannaeyja sem lengst af höfðu verið nálægt 500 hvað sem ágekk, voru nú komnir yfir 2000 og skipaði koma að vélbáta þar stóran sess. Vestmannaeyjar voru að breytast úr þorpi í bæ og 22. nóvember 1918 hlutu þær kaupstaðarréttindi að lögum, þó að lögin tækju ekki gildi fyrir 1. janúar 1919. Dagskráin núna í raun upphaf af margs konar viðburðum sem verða hér í Vestmannaeyjum allt næsta ár, tilefni þessa aldarafmælis. Við byrjum nú í dag á að heyra Ragnar Óskarsson staldra við nokkra þætti og atburði sem settu svip sinn á daglegt líf í Vestmannaeyjum á þessum tímamótum. Síðan kemur Þórólfur Guðnason og varpa ljósi á inflúensur þessa tíma, þar sem að spánska veikin var ef til vill alræmdust. Niðri í Einarsstofu sýning teikninga eftir Árna Finnbogason frá Norðurgarði, sem allar sýna Vestmannaeyjar á fyrri hluta síðari aldar. Næsta sunnudag tekur síðan við gosbjarmi. Þá sýnum við einstaka ljósmyndir Kjartans Guðmundssonar ljósmyndara af Kötlugosinu 1918 og fáum einnig fyrirlesara til að fræða okkur fyrri samskipti Kötlu við Eyjar og mögulegar framtíðarspár. Eins og þið hafið tekið eftir, þá hann Halldór B. Halldórsson, hann tekur upp þennan viðburð, þessa dagskrá, og við höfum átt því lána að fagna, hann hefur tekið upp fyrir okkur nú í nokkur ár. Vegna þess að saga Vestmannaeyja og Sagnheimar segja ekki bara sögu Vestmannaeyja með munum, heldur líka með orðum og myndum. Og þess vegna svo mikilvægt að eiga þessa dagskrá sem við höfum haft hérna á þessu formi, þannig að fleiri geti notið. En nú skulum við halda áfram með þessa dagskrá og fyrstu stígu á stokk Ragnar Óskarsson. Gjörðu svo. Sælverði. Það heyra allir sem aftast væntanlega, eða hvað? Já, góð. Og hérna, eins og Helga kynnti, það var árið 1918, það var merkilegt ár, ekki bara heim allan, heldur líka á Íslandi og þá líka leið í Vestmannaeyjum. Ég kalla þetta erindi hérna skil og skúrir. Ég ætla ekki alveg að skýra það endilega strax, en það kannski kemur í ljós svona undir því sem ég að tala, hvað eru skil og hvað eru skúrir. Ég ætla að byrja á því aðeins að líta á Evrópu 1918. Evrópa á þessu, eins og allir vita, þá heimsstyrjöldin fyrri sem geisar þetta áður, 4 árum frá 14 til 18. Og hún var kölluð heimsstyrjöld og var ekki barist nema nánast í Evrópu vegna þess að alls staðar að úr heiminum kom fólk eða hermenn til þess að berjast. Það var náttúrulega fyrst og fremst breska heimsveldið sem tók sína nýlendubúa og lét þá berjast í Evrópu.
Þess vegna þetta heimsstyrjöld. Nú, eins og alltaf í styrjöldum þá voru náttúrulega geysilegar hörmungar sem að fylgdu styrjöldinni. Eins og allir vita það talaður það að alltaf 13 til 15 milljónir hafi farist og það var allt saklaust fólk sem að fórst þessar 13 til 15 milljónir því að þeir eru aldrei drepnir, það aldrei drepnar ríkisstjórnir eða konungar, heldur það bara saklaust venjulegt fólk sem drepið í styrjöldum. Nú, Evrópa, hún breyttist mjög líka 1918. Okkur lætur ég að nefna hérna að Ísland tekk fullveldi, svo hefur komið fram. Það voru stofnuð ýmis ný ríki í Evrópu, eins og Ungverjaland, Austurríki, Júgóslavía, Tékkóslóvakía, Eistland, Lettland og Litáen og Finnland, svo eitthvað sé nefnt. Þannig að þetta voru miklar breytingar á landamærum í Evrópu. Ísland á þessum tíma sem sett hluti af danska ríkinu með heimastjórn sem hafði fengist 1904 þegar Ísland fékk heimastjórn. Það þýddi það í rauninni að framkvæmdavaldið færðist inn til landsins, var áður í höndum dansku ríkisstjórnarinnar. Árið 1918 þá mjög mikill vöruskortur á Íslandi og það náttúrulega styrjöldir sem veldur því. Siglingar teftust yfir Atlantshafið og bæði hingað og héðan og mikill vöruskortur ríkti. Það var einnig mjög mikil dýrtíð. Það var erfitt að fá vörur og þá þýðir það að vörurnar hækka í verði og dýrtíð verður mikil. Kol höfðu til dæmis hækkað á Íslandi. Þetta mikilvægasta brennsluefni sem að Íslendingar notuðu hafði hækkað 1000% frá því 1914 á 4 árum styrjaldarinnar. Verðlag almennt, það talið hafa hækkað 230%. Það eru nauðsynjar og almennt verðlag, þar sem fólk þurfti að fá sér. Og auk þessa var svo mikið atvinnuleysi. Það var mjög mikið atvinnuleysi. Og ef við bara skoðum þessar tölur og þessar staðreyndir hér, þá sjáum við það að hér var allt mjög knappt og fólk bjó við þröngan kost. Bara til þess að skoða aðeins bara að gamni útgjaldaskiptingu heimila 1918 og svo aftur núna 2016 segi ég. Það svona á þessu 100 ára tímabili. Að þá blasir það við, sem svolítið sérstakt, að matvörur eru orðið tæplega 50% af útgjöldum heimila árið 1918. Nú þetta 13%. Þetta svolítið merkilegt og aftur á móti hinum megin eru önnur útgjöld mjög lág, kannski 13% 1918, en eru komin yfir 50% 2016 og þarna verið að tala ýmislegt sem að heita skemmtanir, ferðalög, tölvur og þægindi, menning og ýmislegt þannig sem hefur þá verið mjög stór útgjaldaliður hjá fjölskyldum í dag. Húsnæðiskostnaður mun hærri núna heldur var 1916 og svo rekur hitt sér sjálft fatnaður, skór og ljósmeti og þar fram til götum. En allt frá því að vera matvörurnar sem voru langmesti útgjaldaliðurinn hæsti segir yfir það að það eru önnur útgjöld. 1918 var sem sé stórbrotið ár og ef við byrjum aðeins að skoða náttúruna, þá það þannig að í byrjun árs 1918 þá skullu yfir mjög miklar frosthörkur. Og þetta eins og kom hér fram áðan, þetta hefur verið kallaður frostaveturinn mikli. Myndin þarna úr Reykjavíkurhöfn, þar sem menn gengu þurra fótum langt út á Faxaflóa og við höfnina náttúrulega. Og hæst, bara til að hafa það hérna með, mældist lægstur var hiti á Grímsstöðum, hann fór niður í 37,9 gráður á Celsius í mínus.
Og í Vestmannaeyjum þá fór hitinn niður í 20,6 gráður Celsius í mínus. Og síðan sjáum við hérna á kortinu víðs fjör land, efritalan, eða sjáum við þetta, ég nú veit, sjá kannski ekki þessum aftast, að það efritalan hlýjast og heitast. Nei, fyrirgefið þig, ekki get ég sagt hlýjast, ekki eins kalt og kaldast, skulum við segja. Nú, 20,6 gráður í mínus í Vestmannaeyjum, sem nú aðeins mikið. Áfram með náttúruna, að árið 1918 haustið, 12. október, það gær, eða fyrrager var það, þess að 100 árum voru liðin, að þá hófst Kötlugoss mikið, þó að það kemur nú ekki mikið við okkur hérna í Eyjum, að þá hafði það aðeins áhrif, ég kem að því síðar, og þá hófst þetta Kötlugoss og síðan var spánska drepsóttin við árslok 1918 og hún hafði náttúrulega áhrif víða land, ekki allstaðar, en víða land og þar á meðal hér í Vestmannaeyjum. Þá var það pólitíkin. Ísland var frjálst og fullvalda ríki í konungssambandi við Danmörku 1. desember 1918. Og við skulum aðeins athuga hvað það þýddi. Þetta þýddi í rauninni það að íslensk stjórnvöld fóru með allt vald eins og það væri fullvalda, eins og væri bara sjálfstætt og fullvalda ríki. Öll mál færð inn til landsins og svokallað það var aðlega kannski eitt mál sem hafði verið heilt mikið það var það hvar skyldu íslensk mál borin upp. Og það var venja fram að þessu að þau voru borin upp í danska ríkisráðinu, það er að segja á fundi dönsku ríkisstjórnarinnar og konungsins. Nú skyldi þessu breytt og nú skyldi konungurinn og ríkisráð Íslands, það er að segja ríkisstjórnin, taka mál sem þetta bera upp þannig og afgreiða þau. Ísland var sem sagt orðið frjálst og fullvalda. Eina sambandið í rauninni það var að við Íslendingar höfðu sama konunginn og Danir. Það var bara sama persónan sem var konungur Íslands sem og Danmörkur. Og Danir fóru fyrst framan af með utanríkismál fyrir hönd Íslendinga og landhelgismál og Hæstarétt. Þetta voru þau mál sem urðu eftir. Íslendingar taka þetta smám saman í sínar hendur. Hæstiréttur 1920, landhelgismálið þar skömmu síðar og svo saman með utanríkismáli. Íslendingar gátu haft sína sérstöku utanríkisstefnu þó hún var ekki söm og Danir og þá bar Dönum eftir sem áður að framfylgja íslensku utanríkisstefnunni, svo ég nefni það bara hér sem dæmi. Konungur Íslands var þarna Kristján X, afennar Margrétar sem hann nú situr sem þjóðhöfðingi og forsætisráðherra var Jón Magnússon. Hann kemur óbeint í sögu hér á eftir. Nú aðeins þá Vestmannaeyjar. Árið 1918, eða árið 1900 kannski fyrst, þá eru íbúar í Vestmannaeyjum það bil 500. Og þeir hafðu verið það bil 500 bara lengi, 500-600 og hjakka þar í því fari. Ég man til dæmis við eitthvað komið hér því að bara fjalla Tyrkjaránið og þar voru það bil 500 manns í Vestmannaeyjum. Og þarna 1900 eru 500 manns og þetta var mjög staðnað samfélag í raun og veru. Það var dæmigert sjávarþorp, allir stunduðu sjómennsku meðfram búskap, þar sem hann var og eins og ég segi staðnað. Árið 1918 þá voru orðnir 2033 íbúar í Vestmannaeyjum. Það bara fjórföldu á íbúar. Þá voru orðnir 2033 og nú þetta ekki dæmigert sjávarþorp, heldur dæmigerður kaupstaður. Hvað olli þessu? Og það alveg, það náttúrulega ýmsir þættir, en grunnþátturinn náttúrulega að vélbátaútgerð, hún hefst hér 1906 og með vélbátaútgerðinni
þá fjölgar alveg gífurlega og þá skapast óskaplega mörg ný tækifæri, ekki bara í útgerðinni heldur í öllum tengdum greinum, afleiddum greinum. Og Vestmannaeyjar taka stórstígum framför, svo má segja. Þetta bylting í sjósókn og bylting í öllum atvinnuháttum. Og þetta hefst þannig að fyrst settur mótor í bát, það segja mótor í árabát. Síðan gerist það bara þetta mótorbáta, smíða mótorbáta, fyrst án stýrishús, en síðan eru smíðaðir mótorbátar með stýrishúsi. Og þarna kannski dæmigerðir bátar af þessu tagi, það teinaringur, þarna sýnist mér, síðan eru mótorbátur án stýrishús og síðan komið stýrishús á næstu myndinni. Bara til þess að hafa þetta með í sömu andrá, það íbúatalið, þið sjáu eins og ég ræddi aðeins áðan, að það rúm 500 manns alveg þetta til 1901. Svo kemur 1910, þá það komið upp í 1200 og svo kemur 1920 á þeim slóðum þar sem við erum núna og þá komið upp í 2033. Og þetta var eftir að hækka geysilega mikið, alveg að búa sem á að segja. En byltingin, hún þarna á árunum frá 1906 og þarna fyrstu árið þar á eftir þegar að mótorbátarnir og atvinnubyltingin verður hérna. Aðeins byggðina í Eyjum, hvar var nú byggt? Eyjarnar voru náttúrulega, eins og þannig gerum fram, sjávarþorp og síðan kaupstaður og það voru náttúrulega bændur voru víða, þetta kort frá 1918, unnið danska herforingjaráðinu og þá voru bændur náttúrulega á þessum jörðum sem hafa verið til í gegnum aldirnar, ef svo má segja. Það var skiptum þessu í 3 parta fyrir utan bæina. Þá má segja að fyrsta byggðin sé út frá Breiðholtsvegi, en Breiðholtsvegur hét seinna Vestmannabraut. Það fyrsta hverfi sem kallaðist Þykkvibær, eða nefndist Þykkvibær svona meðal fólks. Nú síðan eru tómt hús suður af Strandgötunni, það þarna niðri við Strandveg sem eru og þau heita tómt hús og ég ætla bara að skýra það aftur hvað tómt hús. Það óttalega skrítið orð, en það þýðir það tómt hús, það engin dýr þar. Það tómt af dýrum, af því allt miðast við landbúnaðarsamfélagið. Það bara tómt af dýrum, en það fullt af fólki. Þannig þetta orðið komið. Nú, og síðan þriðja byggðin, það húsaröð við austanverðan Ofanleitisveg og Ofanleitisvegur þá sama og við köllum í dag, svona utan bygg, það sem heitir Kirkjuvegur. Og þetta var svona kjarninn í kauptúninu. Húsakynni í Vestmannaeyjum voru alltaf mjög mismunandi og þarna eru 3 myndir. Fyrst hús, mjög ríkmannlegt hús sem stendur enn, Breiðablik, byggt 1906 og eigandi þess var og sá sem lét byggja var Gísli Jónsson og þar voru húsakynni öll mjög ríkmannleg. Síðan voru aftur á móti geysileg þrengsli og það var dæmi það að 3 til 4 fjölskyldur byggju í mjög litlum húsum, einbýlishúsum. Og þetta hús hérna hægra megin görn og hitt vinstra megin görn, segi ég, og hægra megin skél. Sjá, nöfnin nú ekki mjög háreist, ef svo má segja. Og það var sem sé bæði ríkmannleg húsakynni og svo líka mjög fátækleg húsakynni. Og það segir svona félagslega stöðu auðvitað líka mikið sem maður mætti auðvitað skoða ennþá betur en við gerum það ekki hér. Ef við skoðum þessa venjulegu vistarvegur, þær voru óhitaðar almennt og þegar við erum árið 1918 eins og kom fram áðan, þá vantaði eldsneyti bæði til matargerðar, kol voru svo dýr, hafði hækkað 1000%. Það vantaði eldsneyti til matargerðar og hitunar og í hallæri þá notaði fólk
fiskhryggi og fuglabein sem eldsneyti og þið getið ímyndað ykkur lyktina sem hefur verið í húsunum þegar þau voru héldu þessu öllu innandyra og hefur verið geysilega óþrifalegt í það minnsta. Það var mjög erfitt að fá kol og þau voru rándýr eins og kom fram hér á 1000% hækkunin og auk þess var skömmtun á kolum, sykri, steinolíu, smjörlíki og sementi. Það var eiginlega allt sem vantaði. Það var þetta ár og árið á styrjaldartímanum þá vantaði allt til alls. Samt þetta árið þar sem að fólkinu að fjölga þó að ekki verið mikið fjölgun 1918 og alveg þar rétt við að þá þetta fjölgur. Nú, síðan var náttúrulega vatnsskorturinn landlægur eins og alltaf hefur verið hér í Eyjum fram á síðustu öld og það vantaði korn, það var ekki korn, það vantaði kartöflur og þetta bara, ég hérna bara að telja upp einhverja skelfilega þætti sem að vantaði og okkur finnst svo sjálfsagðir í dag. Olíu og saltskortur, handa útgerðin var í basli, það var ekki hægt að róa vegna þess að það vantaði olíu og þar fram við götu. Þetta tengist sem sé öllu lífinu í Vestmannaeyjum. Nú það var reynt að sækja aðstoð frá ríkisstjórninni vegna olíu, kol og kartafluna. Það var líka reynt annars staðar á landinu og yfirleitt var nú ekki mikið sem kom út úr því, stundum eitthvað örlítið en sjaldnast neitt sem þurfti sem að varð að fá. Húsráðendur í Vestmannaeyjum voru á þessum tíma 400 og þar af voru 170 leigjendur, takið eftir því. Það er mjög hátt. Það er yfir 40% af húsráðendum sem eru leigjendur. Og það væri út af því sem gaman að bera þetta saman við útíman hvernig þetta lítur út í dag. Hvaða fólk var í Eyjum? Hvernig var þetta fólk? Og ég ætla að taka hérna aðeins smá svona nokkrar tölur fólkið í Eyjum. Það komu 42 sem fluttust til Vestmannaeyja 1918. Það fluttust 35 í burtu 1918. Það fæddust 81. Það dóu 52. Nú, þetta bara þarna. Þið sjáið að sko þetta að koma þarna þetta ár umfram brottflutna og dána eða fædda umfram dána, það er ekki mjög mikið, það er ekki mjög hátt hlutfall. Þannig að það er ekki mikið af fólki að koma eða fara. Eða það fer eftir hvað er mikið, en sem sé ekki, það er ekki stór munur á því. Nú, á þessum tíma eru skráðu 28 bændur í Vestmannaeyjum sem að eiga 1161. Það hafa það með líka, sauðféð 1161, nautgripir 115 og hross 55. Og svo auk þessara bændar eru skráðir 53 vinnumenn sem þýðir þá það að langfjölmennastir voru sjómenn, útgerðarmenn og verkamenn. Það eru þessu fáu bændur og vinnumenn, aðrir eru þá sjómenn, útgerðarmenn og verkamenn, eða verkafólk. Þetta er svona hagtölur það. Nú, þá er kannski aðeins Eyjaflotan 1918. Hvernig var Eyjafloti? Það eru skráðir í Eyjum 63 vélbátar. Þeir eru allir mjög litlir, allir undir 12 rúmlestum. Það er einn vélbátur sem er 14 rúmlestir. Hinir allir eru undir 12. Og það eru 11 róðrabátar enn í notkun, þótt vélbátavæðingin hafi hafist þetta 1906. Þá voru menn að stunda róðra eftir sem áður á árabátum. Það kemur engin nýr bátur til Vestmannaeyja í flotan 1918. Og þar sett ég hérna sem skýringu, það er siglingateppa, það er styrjöldin á áhrif hennar, það er
siglt á milli, mjög hættulegt og bara viðskipti voru alveg í hinu mesta lágmarki. Flestir þessara báta veiddu í net, 2/3 þeirra voru net hina og notað línu og handfæri. Svo kannski gaman að því að til að minnast á það að það var ekki bara það sem kom úr sjónum beint sem var voru matföng Vestmannaeyinga, því að fuglaveiði var mjög mikilvæg, sérstaklega á fiskleysisárum þegar það aflaðist illa og sérstaklega líka þegar bátar komust ekki á sjó vegna skorts á eldsneyti og svo framvegis. Og þess vegna er ágætt kannski að skoða hvaða þátt, hvaða áhrif mikil eða bjarg eða fuglaveiði hafði á þetta. Það er talið að 1918 hafi veiðst 68.000 lundar til samanburðar við hvað í dag? Eitthvað, 68. Kannski. 21.000 fílungar veiddust eða voru teknir, 159 súlur. Og þetta var náttúrulega góð björg í bú og sérstaklega þegar það var hart í ári. Og þarna er ekki tekið inn eggjataka, náttúrulega, hún er alveg sér en ágætt að hafa þetta svona til hliðsjónar líka hvernig menn björguðu sér. Þetta allt segir okkur að daglegt líf, það var erfitt í eyjum. Útvegsmenn, þeir áttu flestir litla hluta í vélbátum. Það er mjög sérstök eigna samsetning á vélbátum. Það var allt niður í að einstaklingar áttu 1/37 eða kannski 1/72, ég er ekki alveg viss það, en allavega 1/37 hlut og áttu þá hluti í mörgum bátum. Þannig að það var svolítið dreifð eignar ábyrgðin og eignin var svolítið dreifð á vélbátana. Og þetta var mjög sérstakt hér í Vestmannaeyjum, verður að segja. Það var talað um það að það hafði verið þokkaleg afkoma þeirra og þeirra fjölskyldna. Síðan voru sjómenn, verkamenn, vaxandi stétt sem að segja sér sjálf, þeim fleiri sem að bátarnir eru, þeim fleiri vantar af sjómennum og verkafólki. Og þeir eru sem sé, þeim fjölgar mjög eins og gefur að skilja. Þrátt fyrir þetta, þá var lítið vinnu utan vertíða. Vertíðin var ekki eins og núna, nú er vertíð bara svona eiginlega ekki til, hún er bara alltaf staðstust. En þarna var náttúrulega vetrarvertíð, sumarvertíð, alveg fastmótað og hlé á milli og þá var ekki mikið vinnu. Nema að auðvitað var við að vinna saltfisk og það voru fyrst og fremst konur og unglingar sem að unnu við saltfiskverk. Karlar voru þar ekki áberandi. Og þetta bara vekur okkur til umhugsunar það hversu hlutverk kvenna var tvíþætt. Annars vegar að vinna á stakstæðum við saltfiskverkun og svo náttúrulega hitt búlvinnan að vera að halda heimilinn sem voru stór yfirleitt. Þannig að það gefur okkur tilefni til að velta þessu fyrir okkur með tvíþætt hlutverk kvennanna. Nú verkamenn og sjómenn, þeir leituðu mjög gjarna héðan til Austfjarðar og norður á sumrin til vinnu. Þar sem að þá var hægt að hafa vinnu þar við annars konar aðstæður. Það var mikil dýrtíð öll stríðsárin eins og ég nefndi hér áðan. Verkamannafélagið Drífandi, það er stofnað 1917 og er þá stofnað vegna þarfarinnar það að berjast fyrir bættum launum og þetta var náttúrulega að gerast Alþýðusamband Íslands sem stofnað 1916 og þetta er svona hreyfing sem fer landið og þá eru stofnuð verkalýðsfélög víðsvegar landið. Drífandi stofnað 1917 og lengi framan af eins og með önnur verkalýðsfélög þá átti Drífandi erfitt uppdráttar. Atvinnurekendur neituðu að viðurkenna félagið.
Það hefur verið svona samhljómurinn í gegnum alla verkalýðsbaráttu að þegar þau eru stofnuð að þá var ekki samið við heildina, heldur var verið að semja við einn og einn verkamann og samið kaupakjör við hann, en þarna krafa verkalýðsfélaganna að það sé samið við heildina fyrir alla. Og það sem sagt barátta sem var ekki bara hér í Vestmannaeyjum, heldur alls staðar. Og bara til þess að sýna aðeins svona hvernig menn höfðu það, eða peningamálum var háttað, að þá hérna aðeins útsvarsgjaldendur árið 1918. Þá voru útsvarsgjaldendur 472 í Vestmannaeyjum og útgerðarmenn og formenn stunduðu yfirleitt borguðu yfirleitt svona á bilinu 100 til 200 krónur í útsvar. Verkamenn borguðu svona 10 til 20 krónur í útsvar. Og svo verðum við öll bara að reikna í huganum hvernig þetta hljómar í dag. Það náðu 225 gjaldendur sem ekki náðu 25 króna útsvari. Hæsta útsvar fyrirtækja í Vestmannaeyjum árið 1918 var Gunnar Ólafsson Bókhó. Hann greiddi, eða fyrirtækið greiddi 9.800 og hver haldið að sé komið þarna fyrir neð sem stærsti að hæsti útsvarsgreiðandi. Það Jón Gísli Magnússon sem greiddi 1100 krónur og ef ég misnir ekki þá hann bróðir Jóns Magnússonar forsætisráðherra sem að myndi vera hér áðan. Herma, þetta alveg rétt að vel. Herma, þetta var samtíðarmenni. Já, þeir voru bræður. Hæsta útsvar sem 9.800 og Gísli þarna með 1100 og venjulegur verkamaður með 10 til 25 krónur. Og þá skulum við aðeins víkja aftur að sambandslögunum 1918. Og eins og ég gat hérna fyrst að þá Ísland fullvalda ríki í konungssambandi við Danmörku og ég hef búin að útskýra hvað það þýddi. Það að Ísland var bara sjálfstætt ríki og hafði þann status meðal ríkja aðurleiti því að konungur var konungur og svo var samið nokkur mál sem að skyldu vera í höndum Dana. Það var viðhöfð almenn atkvæðagreiðsla fullveldissamninginn eða sambandslaga sáttmálann eins og hann var kallaður og það var 76,1% kjósandi í Eyjum sem greiddu atkvæði og það var hæsta hlutfall á landinu. Já sögðu 457 og nei sögðu 4. Þannig að Vestmanningar hafa verið upp til hópa ánægðir með þetta samkomulag. Þá komum við aðeins svona að nánari stjórnsýslu í Vestmannaeyjum og Vestmannaeyjar voru 1918 bæði sýsla og hreppur og það voru 2 nefndir, hreppsnefnd og sýslunefnd. Og hreppsnefnd og sýslunefnd það sjá hvor sig sjáðar fátækramál, landamerki, umsjón fasteigna, afréttir, fjallaskil og hreppsvegi og svo framvegis. Síðan þurftu þessar nefndir að álykta hvor sig og jafnvel síðan saman ákveðið mál til þess að þau væru tekin góð og gild sem stjórnsýsla. Þarna skjaldarmerki sem þið sáu áðan, þetta náttúrulega skjaldarmerki sem var til 1918, það svolítið öðruvísi heldur en núna, ég get ekki með tilbaka það. Mér finnst alltaf svolítið krútlegt, það er eitthvað svo veimildítilegur risi, finnst mér. En hvað það? Þetta með hreppsnefnd og sýslunefnd þýddi það auðvitað stjórnsýslan, hún var mjög seinvirk. Og á þessum tíma eru komnar víða, 6 öðrum stöðum komnar bæjarstjórnir. Þar bara 1 stjórnsýslustig, ef svo má segja,
sem að sjá öll þessi mál sem að hreppsnefnd og sýslunefnd hefðu haft áður. Og þarna var líka að verða flóknari og flóknari stjórnsýsla, eðli málsins samkvæmt, fleiri íbúar og þar fram til götu, fleiri málefni og þar áfram. Málaflokkum var skipað í nefndir og stjórnsýsla var gerð virkari í þessum bæjarstjórnum. Almenningi var gefinn kostur á að vera viðstaddur þegar að bæjarstjórnir hérna fundi. Það var fólst í því. Og síðan það bæjarfulltrúar í þessum bæjarstjórnum og nefndir af ýmsu tagi sem að sjá einstaka málaflokka. Þetta ekkert ósvipað því bara sem við þekkjum núna. Ákvæði bæjarstjórnin, svo eru nefndir, síðan samþykkja nefndirnar og það fyrir bæjarstjórn og svo þetta allt, þetta allt sýslunefndin það bara horfi. Og það sem gerist þarna að 7. apríl árið 1918 þá skorar þingmálafundur í Vestmannaeyjum, þingmálafundur var svona bara opinn íbúafundur, að á Alþingi að setja lög bæjarstjórn í Vestmannaeyjum og rökin voru þessi: seinvirk stjórnsýsla, ört vaxandi kauptún og þar fram til götum. 24. apríl þá samþykktu sýslunefnd og hreppsnefnd sameiginlega að skora á Alþingi að setja á stofn bæjarstjórn. Og þær voru ekki alltaf sammála þessar nefndir, en þarna voru þær sammála, sem ótrúlegt En það gerðist sem betur fer. Karl Einarsson, sýslumaður, var jafnframt alþingismaður fyrir Vestmannaeyjar. Hann lagði frumvarpið fram 8. maí 1918 og það samþykkt samhljóða eftir umræður á Alþingi 30. maí 1918 og staðfest 22. nóvember af stjórnarráðinu og átti að taka gildi síðan 1. janúar 1919 sem það voru gerði og fyrsti bæjarstjórnarfundur var haldinn 14. febrúar 1919. Og þarna ég með mynd af fyrstu bæjarfulltrúnum. Þetta allt karlar eins og þið sjáið. Það Eiríkur Ögmundsson, það Halldór Gunnlaugsson, það Árni Asta Sigurðsson, Gísli Jónsson, Jóhann Tótt Jósefsson, Karl Einarsson, Magnús Guðmundsson á Vesturhúsum, Páll Bjarnarsson skólastjóri og Þórarinn Árnarsson. Þetta eru sem sé bæjarfulltrúar þessu kvölda árið 1919. Lögin taka gildi sem sagt 1919. 1. janúar. En auðvitað verða konurnar að komast að líka og það svona í Vestmannaeyjum gerðist það ekki fyrir 1934 í fyrsta skipti að kona situr fund í bæjarstjórn. Og það er Ólafía Óladóttir verkakona frá Stíghúsi. Hún móðir, hann dáinn alltaf núna, Ingi R. Jóhannsson skákmeistari, sonur Ólafíu. Hún var fyrst kvenna til að sitja í bæjarstjórn árið 1934 sem bara bæjarfulltrúi, hún var ekki kjörinn. Það gerist hins vegar með Sigurbjörgu Axelsdóttur sem var fyrsta konan sem var kosin sem aðalfulltrúi í bæjarstjórn 1974. Hér síðan örlítið í lokin, það eru ennilega náttúran, það eru skipskaðar í mars, þetta varhugaverðir tímar, vond veður, kuldi og allt þetta sem að gekk á. Og það eru 2 bátar sem farast, það er Adolf, það sem 5 menn fórust og MB3, það sem að 4 menn fórust og það er þannig í horninu, í safninu hérna aftast. Það er grein þennan skipskaða og hverjir þar voru og svo framvegis. Frostaveturinn mikla í Vestmannaeyjum, þá hóf sjómenn mjög illa sumar. Og eins og við sögum, það voru allt upp í 20 og 27 gráðu mínus Celsius og ég ætla aðeins að leyfa mér að ég er ekki búin að vera hátíma. Ég aðeins að leyfa mér að lesa hér upp úr
bók Þorsteins í Laufási, Formannsævi í Eyjum. Hann skrifar einmitt veturinn 1918, meðal annars þetta. Norðan- og norðaustanáttir voru allsráðandi þennan vetur. Komst frostið nokkrum sinnum yfir 20 stig á Celsiusmæli og jafnvel upp í 26 til 28 stig á mestvar. Allir klettar og eyjar voru kögruð hvítu ísbelti svo langt upp sem sjór skvettist. Stundum nær hurfu næstu eyjar þó bjart væri veður og heiðskírt vegna frostmóðu og frostharðs. Síðan kemur aftur úr róðri. Nóttina þegar komin var tími til að róa var norðaustan stormur og brunagaddur. Var þá ekkert viðlit að fara á sjó vegna kuldans. Með sólaruppkomu blá lyngdi fannst mér þá ekki mjög kalt svo ég hvarf að því að róa. Þegar við komum á léttbátnum út af mótorbátnum í höfninni sáum við að breið ísbrynja var allt í kringum hann. Hún losnaði fljótt þegar hreyfing kom á bátinn. Farið var á næstu mið. Fiskivon var lítil vegna þess hver beitan var gödduð. Ýmist slitnuðu taumarnir eða önglarnir réttust upp áður en beitan losnaði. Varð að pjakka upp beituna með hnífum og bjóðunum svo hún færi ekki öll af krókunum. Tók þetta langan tíma og var kaldasamt verk, sem mætti mest á Sveini Runólfssyni, síðan bónda í fjósum í Mýrdal. Til allra heilla hafði verið smíðað gott stýrishús á Unni fyrir þessa verkið og sett í hásetaklefa smá kolavél til að lýja upp. Var því alltaf heitt kaffi á katlinum. Ég var fært kaffi í stýrishúsið, en ef ég dró svo litla stund að drekka botnfraust að svo að kuldinn var það mikil. Ekkert gerðist sögulegt meðan lognið hélst, en þegar langt var komið að draga, hvessti af norðri, fór nú að vandast málið. Geir Guðmundsson, vélstjóri á Geirlandi, sem stóð áveðurs við rúluna, tók strax að kala. Hinir hásetarnir veittu því athygli að hann fór að hvítna í framan. Var þá að hætta lóðadrættinum og halda sjókrapi við andlitið á Geir. Urðum við að endurtaka þetta. Ég var því ekki vanur að fara frá lóðinni fyrir í fullan hefana á hverju sem gekk á þessum árum og síst að ég væri hvattur til þess af hásetum mínum. En þó mundi ég hafa farið frá lóðinni í þetta skipti ef mikið hefði verið ódregið eða hvesti. Erfitt reyndist að innbyrða endadublið sem var holdubl því það var orðið að stóru ísbjargi. Okkur kól alla lítilsháttar, þó hef ég líkindum borið merki eftir þennan róður fram að þessu. Þetta segir Þorsteinn í Laufási. Þetta mjög sérkennileg mynd og sýnir að báturinn hann brynjaður ís og tekinn 1918. Hinar myndirnar eru svona frá það bil þessu tímabili sem við kannski hafið síðan. Ég reyndi að velja myndir sem eru sem næst þessu ári. Nú spánska drepsóttin í lok ársins, ég ætla ekkert að fjalla hana því að Þórólfur mun gera það hér á eftir og nema það að það dóu 25 hér í Vestmannaeyjum, 26 í Árnessýslu og 260 í Reykjavík, samkvæmt þeim tölum sem ég með hér. Nú, það var ýmislegt annað sem að snerti Vestmannaeyjar sem kom fram og þar á meðal á Alþingi. Það var til að mynda þingsályktun Karls Einarssonar heimild handa ríkinu til að styrkja Vestmanneyinga til að kaupa björgunarskip. Þetta gerist árið 1918 og niðurstaðan því var sú að þingið samþykkti stuðning og sama leyti var Björgunarfélag Vestmannaeyja stofnað 17. september 1918 og það hélt upp á sitt 100 ára afmæli daginn eins og menn muna. Og Björgunarfélagið og Björgunarskip
skipið voru náttúrulega tveir mjög samvirkandi þættir og mjög tengdir hvor öðrum. Það var líka flutt þingsályktun-tillaga, það var Karl Einarsson, sá hinn sami. Hann flutti tillögu á Alþingi að stofna Landsbanka útibú í Vestmannaeyjum af þessari augljósu þörf sem búið að lýsa hér. Og málinu var auðvitað vísað til ríkisstjórnarinnar og það oft þannig að það lagt eitthvað til og það samþykkt en samt ekki alveg eins. Og það gerðist hérna sjáum við. Það var stofnað Íslandsbanki, ekki Landsbanki. Báðir urðu sigurvegara í málinu, má segja, kannski. Það stofnaði hérna Íslandsbanki 1919 og það náttúrulega geysilega mikil áhrif á afkomu og möguleika til fjárfestinga og svo framvegis. Áður ég lík þessu þá langar mig aðeins að vitna í blaðið Skeggja. Skeggi var gefið út hér á árunum 1917 og 1919, það var 1819 voru það helst útgáfunar. Og árið og ritstjóri Skeggja var bæjarfulltrúi Páll Bjarnason sem hér var nefndur áðan. Og ég ætla að leyfa mér að vísa í áramótagrein sem hann skrifaði í Skeggja 31. desember 1918. Þar segir meðal annars: Áramótin þessi að mörgu leyti merkileg fyrir Vestmannaeyjar. Þær breyta þá fyrirkomulag á héraðsstjórninni, taka það sem þeim hæfir betur eftir staðháttum. Á morgun verður hér hvorki hreppur né sýsla. Þetta kaupstaður, 7. kaupstaðurinn í landinu. Í ráði að reist verði bankaútibú þessar mundir, en sparisjóðurinn lagður niður. Hyggja menn gott til þeirra nýbreytni að hún reynist drjúg til framfara hér sem annars staðar. 2 fyrirtæki hafa verið stofnsett á árinu. Annað Björgunarfélagið, hitt Unglingaskóli. Hvort tveggja ágætur vottur vaxandi menningu og framfara hug. Eru áramótin hér hinn merkilegustu á margan hátt. Gleðilegast að vita það að raunin mikla, ófriðurinn farin hjá og bestu vonir að sá voði dynji ekki oftar yfir þessa kynslóð. Aðrar raunir eins og eldgosið, drepsóttin, óaldavetur eða annað þess í gildi, vonar maður komi ekki aftur í bráð. Meiri ástæða til að ætla að margar þær vonir frelsi, mannúð og gott árferði muni rætast á næsta ári. Það skadar aldrei að bera höfuðið hátt og horfa djarflega fram í tímann. Heilir, kæru lesendur allir, þökk fyrir gamla árið, gott og gleðilegt ár. Þetta skrifar Páll. Nú, bara því myndist á Kötlugosið 1918 og sagði það hafði ekki mjög mikil áhrif í rauninni, en samt voru 3 vélbátar austur við Vík í sínum erindagjörðum og þar á meðal Skaftfellingur sem þessi mynd af. Og þegar gosið hófst þá voru þeir þar að athafna sig og þeim var snúið heim í skyndi því að straumkast var komið mikið á sjóinn eins og stendur í leiðabók. Þannig að það voru bylgjur, náttúrulega gefur róbylgja þegar straumurinn skellu niður og þeir sneru hér heim á leið. Og rétt í lokin, og svona meira bara til kannski skemmtunar, blöðin og tíðarandi birtist mjög, eða tíðarandi birtist oft mjög í auglýsingum. Og hérna ætla ég að leyfa ykkur sjá nokkrar. Gísli J. Jónsson að vanda best byrgur af alls konar vörum, hverju sem nefnist. Það því árænanlegt að með því að gera kaup sín þar spara menn sér óþarfa ráð og það sem meira fá sömu vörur frá 20–30% ódýrar en samskonar vörur annar staðar. Sjáðu, þetta sko gillibóð. Og hérna kemur önnur, hlífið heilsunni og gætið yðar fyrir afleiðingum af inflúensunni.
notið hlýju ullar á normanarfötin og hinar ágætu skóhlífar og gúmmívaðstígvél sem fast hjá Georg Gíslasyni. Svo kemur tilkynning. 21. desember, það giftingar Þorbjörn Guðjónsson og Helga Þorsteinsdóttir í Háagarði. Þetta Þorbjörn að kirkjubæðina. Og síðan 29. desember þá voru þau gefin saman Guðjón Jósefsson og Guðrún Árnadóttir í Fagurlist. Og svo þessi, ég má til með að hafa hana með. Brunakallarar. Ég hef skipt brunakallara samkvæmt tilmæli þeirra sem nú fara frá. Hinir nýju eru herra Finnur Sigmundsson í Uppsölum og herra Páll Erlendsson Friðundal og herra Hjálmar Eiríksson Vegamótum, ásamt herra Stefáni Finnbogasyni sem hingað til hefur gegnt þessu starfi. Hinir fráfarandi brunakallarar eru Jóhann A. Bjarnason og herra Sæmundur Jónsson og herra Eyjólfur Ottesen. Brunalúðrarnir eru tveir. Annar þeirra er geymdur á Vegamótum hjá herra Hjálmari Eiríkssyni, hinn í Uppsölum hjá herra Finni Sigmundssyni. Ef bruna ber að höndum undir mörgum kringumstæðum heppilegra að gjöra þeim aðvart á undan mér svo að þeir geti hafið brunakallið sem allra fyrst. Annar bunustjóri í stað Sigurðar Sálva Gunnarssonar er herra Helgi Árnason múrari ásamt herra Þórarni Gíslasyni gjaldkera. Annar bunustjóri. Og það er Brynjólfur Sigurðsson slökkviliðsstjóri sem sendir þetta í blöðin 1918 og það auðvitað vakna margar spurningar eftir ég hef bara stiklað á stóru eins og þið sjáið og það eru ótal margt sem væri gaman að skrifja nánar, bara stoppa það bara við eitthvað eitt og skoða það eins og hægt er. Og þess vegna ætla ég nú að skilja eftir allar spurningar en mig langar að varpa einni spurningu fram í lokin. Ég tekka fram að hún er ekki aðal spurning þessa þáttarins. Skyldi embætti brunustjóra enn vera til hjá slökkviliðinu? Takk okkur kærlega fyrir.